Hjá Tækniskólanum að hefjast nýtt og spennandi nám í kvikmyndatækni. Þetta nám sérsniðið að þörfum þeirra sem hafa metnað til að vinna tæknistörfin í kvikmyndabransanum. Í náminu þá eru kennararnir starfandi kvikmyndagerðarmenn og vinna við kvikmyndatækni sjálfir. Þannig að þetta er svona tenging beint inn í bransan. Þegar þú ert að taka bíómynd, þá ertu kannski með íslenska bíómynd, 30 manna tökulið. Þar er einn kvikmyndatökustjóri og einn leikstjóri. Svo fer fólk í skóla og ætlar að mennta sig og allir vilja verða leikstjórar eða kvikmyndatökustjórar. En þarna eru störf fyrir 30 í viðbót í hinum ýmsu skemmtilegu greinum innan þessa fags. Það er alltaf sko skemmtilegra ef menn kunna til verka. Þegar þeir eru komnir á sett. Það er svo mikill munur þegar þú færð inn fólk sem að skilur þessa iðngrein sem þetta er. Okkur vantar alltaf fleira fólk sem vill ekki vera frægt og er alveg til í að vera þarna í kreditlistanum þarna bakvið. Það er alls ekki ómerkilegra starf sem að framfer. Öll erum við hluti af sömu heild, þó sum okkar verði frægar en önnur. Þannig bara þannig. Þetta er ekki nám sem er bara fyrir stráka, þetta er bara nám fyrir stelpur og stráka. Og örugglega í öllum heiminum er alveg pláss fyrir fleiri hljóðkonur og kvikmyndatökukonur. Þannig að það væri gaman að sjá fleiri stelpur vaxa sig. Ég er á 3. árinu í kvikmyndatækninámi og ég valdi þetta nám því að leit út fyrir að vera mjög skemmtilegt og krefjandi og það er mjög mikið að gera. Við lærum allt sem tengist kvikmyndatækni. Við lærum að skrifa handrit, vera tökumenn, ljósamenn. Við lærum smá hljóðvinnslu líka og eftirvinnsluna. Mjög gott að fá að kynnast öllum hliðum kvikmyndaframleiðslu. Kvikmyndaleikur er svona fastu liður í menntun leikara í Listaháskóla Íslands og hefur tekið á sig ýmis form í gegnum tíðina. En ég er mjög sáttur við útkomuna núna í þessu samstarfi við Sýrland og Tækniskólann og er bara svona nýbúin að einhvern veginn að fá sterk viðbrögð frá krökkunum eftir að við kláruðum þennan kúrs núna. Af því að þau upplifðu svo mikið svona, raunverulega tilfinningu fyrir því að vera á setti. Og það er kannski það sem stendur upp úr og bæði hvað einhvern veginn nemendur í Tækniskólanum í Sýrlandi komu svona fagmannlega fram, voru professional og einhvern veginn hvað þeim leið vel og hvað þau fundu mikinn stuðning og svona atvinnumennsku frá öllum sem að komu. Í samstarfinu við Listaháskólann þá reyndum við að gera aðstæður bara eins og í raunverulegri kvikmyndagerð með undirbúningi og öllum þeim viðfangsefnum sem að koma upp í tækninni. Og reyndum ég að gera hlutinni flóknari heldur en við þurftu að vera, bara til þess að takast á við þá. Þarna voru öll jobb mönnuð eins og aðstoðarleikstjóri, framkvæmdastjóri og myndataka og hljóð. Og tökudagarnir voru alveg yfirleitt í fullri lengd, þannig að þetta var alvöru kvikmyndagerð.